Við erum núna í viku 5 og námsefni vikunar skalalegir vefir, responsive, hönnun, grid, bæði í hönnun og CSS grid og kvikun eða animation. Og við ætlum að byrja í dag að skoða aðeins verkefni 4, fara síðan aðeins yfir námsefni vikunar og enda síðan á að fara yfir og setja fyrir verkefni 5 og hópverkefni 1. En ég er búinn að taka hérna, bara eins og við höfum verið að gera í senstu tímum, taka sýnilausnina á verkefni 3 sem er núna búið að gera opinbera og sækja hana, bara maður fara hérna, download zip, opna það og ætla að vinna út frá henni það sem er í verkefninu. Ég mun síðan setja það upp á GitHub og senda ykkur link í hérna postið á eftir. Þannig að þið getið, allt sem ég seti inn núna getið þið hérna fengið aðgang að í seinasta lagi í lok dags. En ég reynir bara að muna að committa þessum leið og við erum búin í hérna í dag. En sjá til upprifunar hérna, ætla bara að sýna ykkur aðeins sýnilausnina verkefni 4. Þannig að opnum það hérna. Þannig að hún er hérna og það eru ekkert rosalega miklar breytingar svona sýnilegar á henni og þessari sem við erum með hérna í á verkefni 3. Nema það sem helst er þessi birtingamynd hérna á þessum körtum á forsíðunni. Það sem að það er aðeins búið að breyta og hérna svissa aðeins hvernig myndin er, hvor megin hún er og hvernig textin er. Og þetta nýtir sem sagt Flexbox. Og síðan erum við með þessi síða bara nokkuð svipuð, sýningarsýniðan hérna eiginlega bara alveg eins og skráningin hérna á er að hérna skiptis upp í svona þannig að þetta fer hér hlið við hlið, þess að sýning kemur vinstra megin, svo kemur hópur hérna hægra megin og svo dagsetningu tími fyrir neðan. Og svo sem upprifur svolítið á því bara það sem við gerðum hérna í lok seinasta tíma að ef ég fer hérna í responsive view og ég færi þetta til hérna að þá er þetta svona næstu því responsive en þetta er samt þannig að ef ég minnka skjáin mjög mikið niður þá er þetta mjög kramið og ekkert sérstaklega þægilegt í notkun. Svona og býtum við ég ekki alveg hérna, jú sjá, nei þetta var hér þannig að þetta er allt tiltekið hérna og ég er búinn að bæta aðeins við hérna að texta á þetta á þessi kört hérna og breyta þessu hér og þetta tiltekið hérna í lýsingunni og við erum að nota display flex í þessu. Okay. Svo erum við með þessi custom properties líka og það sem þau gera okkur kleift í raun að taka út svona tölur sem við erum að nota oft eins og þessi bil sem svolítið mikið notuð eða ég svona vísa oft í, það var að vera 1 bil hér eða 1,5 bil eða 2 bil eða eitthvað svoleiðis og getum sett þau sem sagt breytu í snæðan fyrir að vera að vísa alltaf í eitthvað sem er hugsanlega eitthvað sem við myndum á einhverjum tímapunkti breyta eða uppfæra eða gera eitthvað við. Og svo bara að uppfæra valmyndina, láta hann nota Flexbox, fótinn til að nota Flexbox, forsíðuna til að nota Flexbox og gera það svolítið mikla breytingar og svo uppfæra skráningarsíðuna. Þannig ef að þið byrjið út frá bara því sem er í hérna í sýnilausninni
og setjið upp þessi CSS Custom Properties, þá það, þið náið askoti langt svona með mati á verkefninu bara með því að gera það. Þannig að ég mæli með að taka þátt í þessu verkefni og gera þetta þó svo að þið farið ekki í að uppfæra eða birta eða setja upp þessa Flexbox virkni, af því að það í raun svona tiltölulega fljótt gert að fara inn og nota þessi CSS Custom Properties. Þannig ég ætla rétt að tæpa á því en leyfa ykkur að gera það, bara sýna ykkur svona hvernig það notað. Það eru dæmi það í sýnilausninni, í því sem gefið, en fara aðeins í bara Flexbox áfram. Eitthvað sérstætt sem að þið viljið að ég byrja á í þessu eða eitthvað tengt lausninni sem að þá hérna í gang á verkefni 3. Gekk bara vel að klára þetta? Já. Float svona gátu nýtt það sem að ég sýndi og láta þetta virka? Þetta leit eins út, já. 99% partinn, en kóðin örugglega allt öðruvísi hjá mér. Já. Sem hefur verið ágjörð. Já. Við sem að meina aðeins lengri þessi CSS allavega. Já. Þannig að við getum líka bara að nota þetta sem tækifæri hérna til þess að fara þess yfir þetta bara sýnilausnin og ég reyndi að setja inn eitthvað af athugasemdum hérna inn til að segja svona hvað og svona, en hvað var svona það sem þið telli kannski hafi orðið lengst í ykkar útfærslum, flóknast, óskiljanlegast, suppulegast. Já. Hvað sér með? Eins og þú veist að nota skipanir sem voru kannski ekki leyfilegar og svoleiðis. Já, sko þessi sýnilausn notar eingöngu þær sem eru tilteknar af þessum CSS skipunum eða reglum eða propertyum sem að hérna voru tiltekin í lausninni og það náttúrulega eins og ég sagði nokkuð oft í tíma, Flexbox betra til að gera ákveðna hluti hérna núna, þannig að nú höfum við tækifæri til að laga það og nota Flexbox. En kannski það sem helst náttúrulega þessi myndin og þetta sem við lögum yfir sem við kláruðum svona mestu leyti í seinasta tíma, að setja upp þetta að vísa í myndina úr CSS, setja síðan upp þetta protection sem var í raun svolítið æfing í þessu að nota þessar 3 víddir eða þessar 3. víddina með því að nota seta index í CSS og þar getur það lent í því að vera eiga við seta index á þessu á móti contentinu, þannig að þetta myndi leggjast rétt niður. Þannig að ef við eigum eitthvað við þetta hérna þá getum við farið hérna, valið þetta protection og getum sett seta index á þessum sem 3 og þá sjáum við að þessi gráa slikja sem liggur yfir myndinni fer yfir textan líka. Þannig að við erum í raun að horfa á þetta sem svona discrete, þetta bara heiltölur sem eru í raun hversu nálægt okkur þetta á skjánum. Og ef ég færi þetta síðan í -1 að þá fer þetta undir myndina og þá sjáum við í raun hvernig, hvað þetta gerir. Þetta svona temprar alla myndina til þess að gera textan læsilegan ofan á henni. Og síðan höfum við líka hérna þennan fixed navigationið uppi og þar setti ég seta indexið mun hærra, ég setti það í 10, en ef ég set það niður, ég lækka þá tölu, þá á einhverju tímapunkti fer það að fara undir eða að þetta getur verið bölvabras að vera að eiga við þessi seta index þegar maður að vinna í með position relative eða position absolute hluti í CSS. Þannig að þetta var aðeins að snerta því. Síðan kannski það sem að gæti annað hafa verið flóki var í raun fyrir þessi cards að velja í raun bara hvernig eigum við að gefa, hvernig eigum við að skrifa selektorinn okkar. Og þá allavega hjá mér ég að nota þetta bara, ef við skoðum HTML-ið
hérna til hliðar, að þá er ég með þetta hérna, og út af því að þetta eru bara tveir hluti sem haga sér alveg eins, að þá gef ég þeim class card til þess að geta í raun bara látið það vera eins, og við svo sem fórum aðeins yfir þetta í senasta tíma, þar sem við getum bara afritað þetta aftur og aftur og aftur til þess að fá í raun sama útlitið endurtekið á annað efni, og þá síðan undir því að velja mismunandi selektora, þess að samtvinna selektorum til þess að fá þá þennan kicker hérna sem að liggur fyrir ofan textan, eða fyrirsögnina, eða myndina, eða einhvern link. En þá kemur hérna, ok, hérna er samt, þú veist, card class og svo card kicker, þú veist, punktur card, punktur kicker sem class selektorar, en hérna er punktur card H2. Af hverju H2, af hverju ekki eitthvað annað? Og það er aðeins það í nómsönnu líka að, þú veist, það er svona þetta, hvernig skipuleggjum við CSS-ið okkar? Hvernig skrifum við selektorinn okkar? Erum við að velja alltaf eins? Erum við að nota þetta, þú veist, erum við að nota eitthvað svona prescriptive kerfi eins og BEM, Block Element Modifier, eða erum við bara að nota class selektora en köllum það bara einhverju nöfnum, gerum þetta á einhvern hátt. Það er alls konar leiðir í þessu, en aðaleiðin er bara að ákveða einhver eina leið og reyna að vera með einhverjum smá svona internal consistency í þessu hjá manni. Þannig að ég myndi til dæmis mæla með því núna að við byrjum hér á því að segja bara, við ætlum að segja ekki H2 fyrir section class card undir því fyrirsögnuna, heldur segjum bara class title og lögum þetta eins til hérna og segjum þá í staðinn fyrir þetta, segjum punktur title hérna, og fyrir myndina að þá segjum við class img, sama hérna, þá svona, og þá erum við komið með svona, við erum alltaf að segja punktur card og svo punktur einhvern annar selektor, og þá erum við búin að dekúpla hvaða element við erum að nota frá því hvernig við stílum þetta. Þannig að svo lengi sem þessi klass er til staðar, þá mun þetta virka. Já, ég seti þetta alltaf á GitHub. Bíddu nú við, af hverju viltu, já, svona. Þannig að ef ég myndi núna segja, já, bíddu nú við, þetta ætti reyndar að vera H3 fyrirsögn, þá þarf ég ekki að fara hér og laga H3 og fara að laga hér H3, þá þarf ég bara að laga því HTML-inu mínu að velja í raun rétt element fyrir einhverja skilgreiningu á rétt. Og þá í raun gerum við einhverja svona breytingar og þetta lítur allt saman rétt út af því að nú erum við bara svolítið að refaktora. Við erum að endurskrifa kóðan með það í huga að gera hann læsilegri, skiljanlegri, betri í viðhaldi, einfaldari en hann var áður. Án þess að breyta nokkur það hver útkoman er. Þannig að þetta er alveg hægt, þetta er svona oft á tíðum eitthvað sem maður gerir hvort sem það er í Java-kóða eða JavaScript-kóða eða CSS eða maður er bara einhvern veginn að reyna að gera þetta betra. Af því að þið munið eyða mun meiri tíma á að skoða og lesa og hlusta á kóðan ykkar en að skrifa nýjan. Þannig að það borgar sig að skrifa hann með það í huga að ég mun eyða meiri tíma í að lesa hann. Ok. Ég var að byrja á því að refaktora hérna footerinn í að nota Flexbox. Voru ekki feikt eitthvað í því senast tíma? Eða með mismunna? Voru eitthvað að gera í Flexbox þar? Nei, við ætla ekki tíma. Nei. Það ætlar að bara breyta sig í rós. Ég ætlaði bara að taka hérna og segja þetta hérna, footer, er núna að nota display inline block til þess að raða þessu svona 3 dálka í röð og ég ætla núna að nota Flexbox í staðinn.
hvað getum við gert? Það er ekki fyrst að segja þessi flexbox eða Jú, hvernig segjum við eitthvað eigi að nota Flexbox? display Display Flex. Þá fáum við þetta birtist mjög svipað nema allt vinstri sett. Finnum þetta hérna og þá getum við farið að eiga aðeins við þetta hérna og sjá hvernig þetta haga sér. Þá getum við ýtt hérna á Flex til þess að sjá í raun hvernig þetta raða sér og þá raðar þetta sér þannig að það kemur opnunartímar hérna, svo kemur hafa samband og samfélagsmiðlar og það er eitthvað bil hérna á milli og svo kemur fullt af einhverju tómu bili á eftir þessu. Og núna kemur þetta að þegar við erum að nota Flexbox þá getum við stýrt í svolítið hvernig plássið hreyfir sig, hvert það fer. Það skoðum við aðeins í þessum tíma, þar sem við vorum að nota Flex til þess að leyfa því að vaxa upp á það hvernig hæðin á efninu var að taka, þú veist, var að allt auka pláss í hæðinni færi í meginmálið. Hérna getum við sagt að hvað viljum við gera við þetta auka pláss hér. Og í grunninn þá er Flexbox þannig að það bara raðar öllu í röð frá vinstri til hægri, eftir main axis. Svo er líka skilgreint réttur ás og það sem er kallað cross axis og hann er sjálfgefið frá topp til botni og skoðum það líka aðeins í þessum tíma að ég get breytt þessu hérna með því að segja flex direction column, þá fer þetta niður, column reverse, þá fer þetta í öfuga röð, row og row reverse og þá fer þetta í öfuga röð. Þannig við ætlum ekki að eiga við það. Þetta er svona presets, já, má alveg segja að þetta sé á einhvern hátt þannig. Þetta er í raun og veru bara, ég segi einhver container, eitthvað element sem á sér einhver börn, er flex container. Og síðan segi ég bara, hvað áttu að gera við plássið inn í þér? Og hvernig áttu að raða börnunum þínum? Og í grunninn þá er þetta svona, en ef ég fer og ég segi justify content og ég segi flex end, þá segi ég raða þeim þannig að þau raðast út frá endanum á main axis. Eða ég get sagt space around, taktu allt plássið og dreifðu þeim utanum en samt jafnaðu það inn í miðjunni. Space between, taktu allt plássið sem er aukalega og settu það á milli einingana. Space evenly sem er nýlegt viðbót, taktu allt plássið og jafnaðu það á milli í öll bilin. Á byrjun eins og er bara sjálfgefið, en síðan það sem við viljum kannski er justify content center. Settu efnið og raðaðu því í kringum miðjuna. Og þegar við komum þetta, þá bara er þetta nokkuð gott. Og þá getum við farið hérna og við getum sagt hent út hérna display inline block á footer sectioninu. Við getum tekið út þetta vertical align þegar við þurfum þess ekki, því að Flexbox raðar þessu sjálfgefið við efri mörkin. Við getum tekið hérna flex, oftast setjum ég það efst, svona, það sem mér finnst best að setja þetta. Svo skulum við líka taka þetta margin right sem er á öllum sectionunum sem er í raun að búa til þetta bil hérna á milli. Og ef við tökum það út og gerum aðeins að öðruvísi leið til þess að setja það inn. Já, glemdi ég að setja hérna justify content center, svona. Þá sjáum við, þá fer og það er ekkert bil lengur á milli hlutana. Og þá er svo ég búinn að segja nokkuð svona. Vinnum ég segja þess að það er rosalega mikið að vinna bara með pláss. Hvert plássið á að fara og hvað er mikið bil á milli hluta. Það sem ég var með hérna áður var ég var að segja á seinasta footer sectioni, nei á milli footer sectiona er alltaf margin right 2 og síðan á seinasta footer sectioninu er margin right 0. Þannig að þá fjarlægi ég það. Og ef ég tek það út hérna og setjum þetta svona að þá sjáum við hérna ég hover núna í footer section,
þá sjáum við að það gult hægra megin sem marginið, gult hægra megin, gult hægra megin. Ok? Ef við tökum þetta út, þá ekkert bil hérna milli og þá sjáum við að þeir eru með kveikt á þessum flex birtingar helper hérna og það bara pláss og svo ekkert pláss á milli boxana sem eru flex itemin okkar. En nú getum við með einni skipun sagt bara hvað á að vera mikið bil á milli þessara þessara boxa eða þessara flex children, flex itema inn í flex containernum footer. Vitið þið hvað það heitir? Nei, það vill svo til að það property endurnýtt líka fyrir flex grid og þryggjasta orð sem heitir gap. Þannig að þá getur sagt hérna gap eða bara bilið eitt rem og þá það bara bilið á milli itemana. Þannig að þá þarf ég ekkert að spá í því að það kom eitthvað auka bil hérna seinast eða fremst eða eitthvað. Það bara bilið á milli hlutana svona mikið og svo kem ég bara með einhverja einingu þar. Og þá stýrir í raun foreldrið hversu mikið pláss á milli barnanna. Börnin ekki eitthvað að hlutast til það hvað þau eiga að íta einhverju hugsanlegu systkini sínu langt frá sér. Það bara foreldrið segir svona mikið bil. Þannig að þá færist í raun þessi skilgreining frá þessum flex items yfir í flex containerin. Þannig að þá þetta hérna saman og segir við þessi hérna þetta element á að vera display flex þá að jafna efni sitt út frá miðju og þá að vera eitt rem bil á milli itema. Og við getum bara stytt kóðan okkar og við getum farið og við getum afritað hérna og sagt að við værum með auka section. Þá bara raðast það eins og það bara kemur hérna, við bættum við öðrum opnunartímar og þá kemur það bara það jafn mikið bil á milli og allt bara í góðu. Og efnið sem inni í hverju flex iteminu bara eitthvað, ég fæ útlutað einhverju plássi og ég nýti það. Það góð spurning. Það akkúrat það næsta sem ég ætla en við höfum eftir að gera eitt hérna svo þetta hagi sér eins og það að segja text align center og þá get ég sagt það að text align center gæti farið á footer ekkert kannski tæknilega séð réttasti staðinu. Það kannski eitthvað sem ætti að fara á þetta footer section. Og þá það til þess að fá miðjusetninguna á letrinu inn í hverju bóksi fyrir sig. En núna ef ég myndi segja, ok, ég annarkvort með of mikið af efni eða of lítið pláss hérna og þá bara núna það sem gerist í raun eitthvað hérna uppi að þetta hérna líka að íta okkur en eitthvað voða skrítið eftir að kveikja og slekka á þessu en nú það bara þannig að þetta bara flæðir hérna út fyrir ef að hérna það ekki nóg pláss. Þá getum við sagt við flex ég ætla að eyða þessu hérna svo það sé ekki að trufla, það sé bara þetta hérna, það bara rennur það út fyrir. Þá getum við sagt við flex líka, flex wrap og þá getur það fengið gildið wrap. Og þá segir það, nú ætlar þú að taka öll börnin sem inn í þér, kæri flex container og þú ætlar að reyna að raða þeim út frá því hvað þau þurfa mikið pláss. Einhver þeirra hugsanlega þurfa mikið pláss og einhver lítið pláss og eitthvað. En í þeim tilfellum, þegar það ekki nóg pláss, hvort sem það getur verið út af því að það bara rosalega langt íslenskt orð, eða bara mikið að texta, eða ég að skoða þetta í litlum skjá, að það ekki nóg pláss til þess að láta öll börnin komast fyrir, að þá með því að segja flex wrap wrap, þá segjum við taktu þau börn sem þurfa nýja línu og búið til nýja línu fyrir þau. Og þá sjáum við hérna þessi tvö opnutímar og opnutímar, tvöföld, þessi bæði hérna, þau fara í nýja línu, nei þau eru í fyrstu línunni og svo fyrir hafa samband og samfélagsmiðlar fara í seinustu línuna. Og svo get ég minnka plássið enn meira og þá ætlum við hérna, nú geta opnutímar rétt verið saman hlið við hlið,
en hafðu samband of breytt út af því að það rosalega langt netfang í því og það fer í nýja línu og svo fer hitt í nýja línu. Og þá gap sem við skilgreinum hérna á fúternum, það á við bæði bilið lárétt og lóðrétt. En ef ég set annað gildi hérna, að þá get ég stýrt því þannig að fyrra gildið það sem á milli línana sem á til, en seinna gildið á milli hlutana lárétt. Þannig að ég get átt við þetta og svo get ég líka sagt justify items og þá get ég átt við það, nei, þetta ekki, það hérna align items. Já, ég man aldrei hvað þetta gerir allt saman. Þá getum við farið hérna, byrju. Það eru betri dæmi í þetta hérna í kennsluefninu þar sem eru mismunandi leiðir til þess að stýra þá hvernig hlutirnir raða sér á nýju línunum, lóðrétt og lárétt eftir því hvernig þetta Þannig að það eru þessi ákveðnu preset sem alveg fín leið til að hugsa þetta sem við getum sagt hvernig á að dreifa efninu hann á milli. Ok, þannig að þessi hérna breyting einfeldaði finnst mér þann kóða sem við vorum með hérna og gerir þetta í raun auðveldara að hugsa það að við erum bara með þetta display flex á containernum og svo stýrum við hvað mikið bil á milli, hvernig plássið, hvernig farið með auka pláss og hugsalega hvort við viljum fá þetta wrap eða ekki. Þannig að þetta hérna bara mjög svipað því sem að þarf að gera líka við valmyndina og þarf að gera í raun tiltölulega mikið við kortin hérna. En það sem að í raun bara hafa í huga þar, og ef við skoðum aftur hérna sýnilausnin á því, að þetta eru flex containerar inn í flex container, inn í flex container. Þannig að fyrst segjum við hérna að ég með vinstra megin hérna eitthvað sýningar, núverandi sýningar og eitthvað textan. Það flex container sem að passa upp á það að það sé meginmáli hérna sem á milli textans niður í linksins að auka plássi fer í meginmáli hér. Þannig að takkin sé alltaf neðstur. Síðan annar flex container sem með þetta textabox og myndina hérna við hliðina á sem segir í raun að myndin að vera öðru megin og textin hinum megin og svo getum við verið með annan flex container sem utanum bæði þessi hérna item og að segja hversu mikið pláss á milli þeirra. Þannig að oft á tíðum þetta bara, ég þarf bara fleiri flex containera til þess að leysa verkefnið. Þannig að hafið það í huga til að gera þetta. Og svo að lokum með hérna breyturnar. Ég setti inn þessar inn í þetta hér. Þessar stillingar hérna. Þetta var með aðeins svo mikið af breytum sem að ég ætlaði ekki að hafa, þannig að við tökum út þetta background. Þið munu þurfa að bæta við þessar divum til þess að búa til nýja flex containera. Þannig að það sem þið munu þurfa í index að horfa á þetta kart hérna og þið munu þurfa að segja eitthvað svona div class content til dæmis sem þá fyrir efnið. Og þá getur við sagt að það bara hérna fyrir allt efnið en myndin síðan, hún ætlar að fara og hún ætlar að eiga síðan nýjan sem heitir kannski div class image. Svo formatum þetta og þá getum við sagt að card getur þá verið flex container sem að flexar contentið og imageið til hliðar við hvort annað og content annar flex container og þá segjum við ok, þannig þá það hérna kickerinn og titleinn, kannski þarf það að verða líka flex container sem að við getum kallað header eða elementið header eða ég veit það ekki. Og síðan einhver hérna sem einhver texti og síðan þessi linkur sem á að líta aðeins öðruvísi út. Kannski ætti hann að vera share container, ég veit það ekki. Þannig að þið þurfa aðeins að skoða hvernig þið endurstruktúrið þetta og hafi huga líka
hugsa að gera þetta skýrara upp á hvað selektorarnir ykkar heita, þannig að þið séu ekki með bara eitthvað .card stærra en div stærra en p, þú veist, af því að það meikar kannski sens í momentinu, en þú veist, það er betra að vera bara með .card, .header, .card, .title. En já, með litina, þannig að ég er hérna með eitthvað color accent og ég ætla að taka það og ég ætla að vísa í það þar sem ég er að vísa í hérna lit núna sem er þessi FF9999, en ég get fundið hann hérna til dæmis bara í fúternum þar sem ég menna bakgrunnslit, og þá í staðinn fyrir að segja bara beint litin þar, þá ætla ég að segja fallið var, sví opnast, das, color accent og vista, og þá fer ég hérna í þetta og þá get ég farið í inspektorinn hérna, footer, þá sé ég background color og þá er hann þessi fallegi laxa bleiki litur okkar, að við sjáum hérna ef ég fer yfir og held yfir color accent þá sé ég í raun hver breytan er og hún er FF9999, en ef ég fer hérna og ég ger einhverja vitleysu að þá er strikað yfir hana og sagt color accent is not set, en þá gæti ég líka sett eitthvað svona fallback gildi sem að væri bara einhver annar litur, og þá er hann hérna æpandi fjólublár sem er þá í raun ef að fyrri breyta er ekki skilgreind, að þá get ég notað þetta. Þetta er svona mjög, lítur út fyrir að vera bara frekar einfalt, en þetta er lúmst kröftugt kerfi til þess að búa til svona theming kerfi og leiðir til þess að stýra ýmsum hlutum. Ok, herru, þá skulum við taka okkur pásu og fara svo aðeins yfir námsefni vikunar. Byrjum aftur eftir svona 10 mínútur.